Hanna, nú erum við að tala saman. Jæja, Helgi, hvað segirðu gott? Bara fínt, og þú? Mjög hress. Hvað fréttað þér? Bara frekar lítið, sem er gott í mínu lífi. Já, það er gott fyrir flesta. Hérna, þú ert fyrsti viðmælandi í live-þætti. Já. Og eins og þú sást, þá er ég í rauninni að gera þetta hundavæði. Já, við erum að hlusta sjálf okkur líka. Það er... Já, heyrðu, ég er að hlusta á þetta í símanum. Ég var að checka hvort við værum ekki live. Það er bara að læra eitt hlut í dag. Við lærum þetta bara. Heyrðu, það er ESB, ætlum að byrja þar. Ok. Þú vilt að við förum þangað inn. Byrjum bara á af hverju. Sko, viltu stóru myndina eða litlu? Við höfum allan daginn. Við höfum allan daginn. Já. Sko, og þá ætlum ég bara í stóru myndina, vegna þess að hún er sjaldnar rædd. Við erum frjálslynd lýðræðisríki og það er þannig vegna þess að við höfum tekið mjög náinn þátt í alþjóðasamstarfi af ýmsu tagi gegnum tíðina. Þar á meðal NATO og fleiri stofnunum. Við erum í Sameinuðu þjóðunum, við erum í WHO, við erum í alls konar stofnunum sem að styrkja okkur og styrkja fullveldi okkar og gera okkur að öflugri samstarfsaðila á alþjóðasviðinu. Og eftir því sem ég fæ best séð, þá hefur allt þetta samstarf verið til góðs. Sér í lagi EES-samstarfið sem er að mér vitandi óumdeilt. Ég heyri engan segja að við má ganga úr EES, með þess að fólk sem var hvað harðast á móti á sínu tíma. Spurði Ögmund Jónasson nýlega í viðtali á samstöðinni, sko. Þá var hann spurður hvort hann vildi úr EES og jafnvel þótt að hann hafi verið á móti því og síðan á móti því. Voruð þið saman þar, eða? Já, tala um ESB. Fór fram með mér, það er lélegt. En býttu bara til að fara að spyrja mjög spurningar, sko. Ég veit ekki neitt, sko. Ég er ekkert fylgjast með. En allavega, Nei, ég heyri það. En það þorir ekki menn þorir ekki einu sinni að segja að þeir vilji fara úr EES vegna þess að það er svo erfitt að verja það viðhorf. Evrópusambandið felur í sér miklu nánara samstarf á svo miklu leyti og ég tel það almennt vera mjög jákvæðan hlut, ekkert bara efnaðslega, þó mjög mikið efnaðslega. Ég held að það myndi lagast alveg ofbúslega mikið af vandamálum á Íslandi með því að taka upp evru og nei, við getum ekki gert það einhliða á sama hátt og ef við erum í Evrópusambandinu. En það er ekki eina atriði, það er líka bara þannig að þessi hagkerfi séu samhæf. Svo ímyndaðu svona, við erum hérna með, þú ert með hérna Makka, ég er með einhverja PC-tölvu og síma og svona, við getum notað... Allt frá Bandaríkjunum? Við getum notað, já, og búið til mikið til Tævan, en allt í lagi. Við erum með sama ramastengið á þessum tækjum, USB-C. Okay, það er gott. Það væri ekki betra ef það væri allt öðruvísi tengi. Og það var ekki betra þegar það var sérsta tengi fyrir Makkan og sérsta tengi fyrir þennan síma og sérsta tengi fyrir annan síma. Nei, ég er sammálaður. Allir sammála um þetta? Já. Okay. ESB er það að samræma regluverk þannig að þessi hagkerfi virki saman. Þannig að ef þú kantur reksturinn á Íslandi eða í einu ríki, þá kantu það annar staðar. Þannig að þvert á það sem er oft sagt um ESB, þetta sé svo mikið regluverksfargan, það er eiginlega öfugt vegna þess að sko, það er alltaf regluverksfargan í öllum löndum, skilur. Það er alltaf ykkur bjúrókrasía og stundum alveg hræðileg bjúrókrasía í sumum löndum. En það sem Evrópusambandið gerir er að hún gerir mikið af þeirri bjúrókrasíu óþarfa. Einfaldasti hluturinn, svona augljósasti, er bara það að skipta mynt. Þegar þú ferð til Þýskalands, þá þarftu ekki að kaupa þýsk mörk og svo gerur yfir að flýgur til Spánar, þá þarftu ekki að kaupa pesóa. Skilur, það er minna vesen. Og það er það sem Evrópusambandið gerir. Það gerir minna vesen við allt sem að snýra því að láta hagkerfin virka saman. Og ég legg til að það sé gott af sömu ástæðu og ég legg til að það er gott að við séum með sama USB-C-tengið á þessum tölvum. Það náttúrulega þýðir það að þessi ríki þurfa að koma sér saman um hluti og í sko 27 þjóðríkja sambandi þar sem hver önnur og einasta þjóð telur sig, by the way, vera merkilegust og mikilvægustu þjóð mannkynssögunar, þú veist, öllum þessum þjóðum fyrst sitt tungumál vera merkilegasta tungumál í heiminum. Þau eru öll algjörlega heldtekin af fullveldi sínu og yfirráðum yfir náttúruauðlindum. Það er ekki sér íslenskt. Það er bara mjög standard evrópskt viðhorf og er yfir þyrmandi hjá öllum þessum ríkjum. Að það sem þarf að gerast til þess að regluverk Evrópusambandsins taki á einhverju er að það þurfa óbúslega margir aðilar að vera sammála. Það þarf óbúslega mikinn samhug til þess að eitthvað komist inn í regluverk Evrópusambandsins og þess vegna er það hægvirt. Það er ekki hægvirt vegna þess að það er svo mikil bjúrókrasía. Það er hægvirt vegna þess að það er svo mikið af ferlum til að passa að enginn einn náði yfir öllum völdunum. Það er að vera að passa að valdinu sé dreift, að vera að passa það að sé sátt, að vera að passa það að þetta virki fyrir
fyrir sko, fjöllin í Finnlandi og eyðimerkurnar á Spáni og allt á Greiklandi, skilur að þarf að passa fyrir óbúslega fjölbreytta heimsálfu, fjölbreytt hagkerfi með fjölbreytta menningu. Þess vegna er það hægvirkt, það er vegna þess að þetta er passað. Og ég held bara Ísland hefur mjög gott af því að ganga lengra í alþjóðlegu samstarfi til þess að tryggja fullveldið betur, til þess að verða frjálsara, hafa meiri aðgang að stærri mörkuðum og vera hluti af stærri markaði sjálft. Það er mjög margt sem þú sagðir hana. Í fyrsta lagi náttúrulega með regluverki, ég meina þeir eru bara eiginlega búin að viðurkenna það að það er regluverki sem heldur þeim aftur og það bara kemur fram í þeim skýrslum sem hafa verið gerðar eins og með Draghi-skýrsluna sem ég hef lesið, sem hann í rauninni bara segir það berum orðum að það er regluverkið sem gerir það verkum að Evrópa sé að verða ósamkeppnishæf. Hún er að verða 50% af þeim, já, finndu bara eitthvað pappír hana. Erstu með eitthvað? Ég nota símann bara. Allavega, það er 50% af framleiðslu Evrópu verður í samanburði við Bandaríkin. Það er að segja það var í kringum 95% sem að Evrópa framleiddi áður í samanburði við Bandaríkin, það er komin niður í 65% og mun fara niður fyrir 50% eftir örskamman tíma. Það er merki þess að í Evrópu gengur verð. Í samvætti við gjaldmiðlun og styrking hagkerfisins, ég meina ef að ég myndi taka 2 tíma lúr í hverju hádegisliði, þá myndi eflaust þeir sem eru að vinna með mér verða frekar pirraðir. Það er rauninni það sem að þeir eru búin að búa undir núna, að þjóðverðar sem að taka bara sína 8 tíma vinnudaga eru að vinna í samfloti við sömu hagsmuni eins og Spánverjar sem að taka langt hádegisliði og kalla það síðastu. Það er ekki hægt að halda í svona hagkerfi með svona rosalega mismunandi menningu. Í ofanálag er náttúrulega eitthvað sem að mér finnst svolítið sérstakt að þú segir, að regluverkafarganir sé ekki eitthvað sem er búið að halda þeim aftur, einfaldlega því að þeir viðurkenna það sjálfur. Það er ekki það sem ég sagði. Ég sagði að það dregur úr regluverkafargani. Sko, þarna ertu að bera saman við Evrópusambandið við Bandaríkin. Þú ert ekki að bera saman Evrópusambandið við hvernig Evrópuríkin væru án Evrópusambandsins. Það væri alveg jafn mikið, skilur, það væri jafn mikið og væri meira regluverk í Evrópu og hún væri minna samkeppnishæf án Evrópusambandsins. Evrópusambandið er að gera þessa hluti skárri, en auðvitað er þungt regluverk vandamál sem allar þjóðir eiga við. Líka Ísland, líka Bandaríkin, það er kvartandinn svona allstaðar og það er ekki eins og ef Evrópusambandið væri ekki til og Þýskaland væri með sitt mark og Ítalía væri ekki í Evrópusambandinu og það bara væri ekki til. Það er ekki eins og að þá væri ekkert regluverk í Evrópu, skilur. Það væri líka ógeðislega þungt og asnalegt regluverk í Evrópu nema það væri ennþá þyngra og ennþá meira vesen að finna út úr því. Og þegar þú væri búin að finna út úr því í Pólandi, það hefur ekki hugmynd hvernig það væri í Austurríki. Já, ég er hrifinn af strömlínulögum stöðlum. Já, og það er það sem það er. Já, en ég er að segja að þessi strömlínulega stöðlun er eitthvað sem að í rauninni fór fyrir svolítið, hvað ég var að segja, fyrir 10-15 árum þegar Evrópusambandið fór að taka miklu, hvað ég var að segja, svona yfirboðsvaldandi ákvarðanir varðar allt sitt regluverk. Og það er svolítið það sem er náttúrulega líka búið að gerast í sambandi við evruna, þar sem að það er seðlabankar með þess að stjórna hagkerfinu einfaldlega út af því að það geti ekki tekið ákvarðanir. Sérstaklega með Ísland, þegar við erum með svona ótrúlega lítið land, lítið hagkerfi og lítið gjaldmiðil vissulega. Ég er alveg pínur hrifinn af því að við myndum verða agaðri með sterkari gjaldmiðil. Ég aftur móti þrátt fyrir það að hafa verið hlynntur því að við tekjum upp evru í mjög langa tíma er ég ekki hlynntur því einfaldlega út af þessu sem að ég var að tala áðan í sambandi við samkeppnishæfnina. Og sko, en ég er alveg sammálaður bara, þú veist, það er að taka upp annan gjaldmiðil en það er bara hægt að pekka hann við eða taka hann upp einhliða. Það þarf ekki að vera líka að segja, heyrðu, þetta regluverkafargan sem að við með þess að erum eiginlega búin að viðurkenna fyrir sjálfum okkur að hvað erum við að taka 15%, það er svona upp og ofan hvort að fólk talar 15%, 20%, mestmegnis, allt það. En að segja við sjálf okkur út af því, eins og ég sagði hann, að mér finnst eini punktur andstæðinga, mér finnst andstæðingan að vera, það ekki segja meira pirrandi heldur en þeir sem eru hlindir, en stundum fara andstæðingarnir líka í töðunan á mér út af því að það er alltaf verið einhvern veginn að segja allt sé ömurlegt í Evrópusambandinu og ég einhvern veginn svona, ég held ekki sko, en aftur á móti þá finnst mér svona bara heldur rökin gegn því að við göngum hann inn er að Evrópusambandið er búið að viðurkenna að regluverkafarganið og það regluverka sem þeir hafa skapað hefur dregið á samkeppninni, Friedrich Merz segja það, Mario Draghi segja það, meira þess að von der Leyen hefur svona íað að því að þau þurfa einhvern veginn að taka á því þar áttur það að taka ekki mjög djúpt í árina og þá segjum við hvað skrifa ég undir. Við ætlum að taka upp allt þetta regluverk. Mér finnst það bara galið. Sko, ímyndaðir, fyrstulega, sko það að meta það hversu mikinn hlut af regluverkinu við erum að taka upp í prósentum er mjög trikki, þannig að það fer eftir hvað þú ætti að tala um.
En sko, ef þú tekur inn í myndina bara það regluverk sem að myndi snúa að Íslandi ef við værum aðilar, þá erum við að taka upp svona, er mér sagt, kringum 70% með öllum þeim fyrirvörum sem fylgja þeirri tölu. Þessi 15% sem að Guðlaugur Þór og þau tala það, þá er verið að tala reglur sem að ættu ekkert við á Íslandi hvort sem er. Skilur, bara regluverk sem að varðar iðnaði sem ekki á Íslandi. Í dag, við þurfum að taka marka á því saman. Já, við veitum ekki hvað iðnaður verður. Svo líka bara, sko, svo þrautin þingri fyrir fólk hingað til að útskýra fyrir mér hvað það við þetta regluverk sem svona ægilegt. Og sko, þú talar Draghi-skýrsluna og það að viðurkenna regluverkið sé þungt. Þú finnur þetta líka á Íslandi. Þú heyrir alveg Sjálfstæðisflokkinn þegar hann í stjórn tala það að regluverkið sé þungt. Þú heyrir líka Viðreisnarfólk tala þú heyrir fólk tala að regluverkið sé þungt. En það líka forsenda þess að draga úr því. Sjáðu til. Ef Evrópusambandið væri þannig að öll þessi þjóðríki vildu hafa rosalega þungt og erfitt regluverk, þá væri ekki einu sinni verið að tala það. Það væri engin Draghi-skýrsla. Það væri ekki verið að viðurkenna það. En það fyrsta skrefið í að díla við það með að takast á við þann vanda og það bara hægt vegna Evrópusambandsins. Ef ekki væri fyrir Evrópusambandið, þá væri þessar þjóðir hérna ennþá. Það væri sama regluverki líklega verra og augljóslega verra á milli landa og það væri ekkert hægt að gera í því. Þá gæti ekkert einhver í Þýskalandi sagt bara, það allt mikið regluverki í Evrópu og allir á Ítalíu og Frakklandi og Spáni bara eitthvað byrjað að gera það. Á hvaða grundvelli? Þeir hefðu engan grundvöll til þess. Evrópusambandi grundvöllurinn til þess að díla við nákvæmlega þannig vandamál. Og það þannig sem Evrópusambandið dílaði vandamál. Það að bera kennsl á vandamáli sem Evrópa á sameiginlega og takast á við þessi vandamál sameiginlega sem eitt hagkerfi þrátt fyrir að vera samansafn af ólíkum fullvalda ríkjum. Það mátturinn við Evrópusambandið að geta gefið út skýrslur eins og Draghi-skýrsluna og að það séu einhverja þarna kjörnir, fulltrúar frá þjóðríkjunum sjálfum og inn á Evrópuþinginu sem geta talað og tekist á við það. Það styrkurinn, til þess þetta. Hvar gamli píratinn Helgi? Þú voru að blikka þrisvar núna eða þú ert í hættu. Nei, ég veit ekki alveg hvort að tala. Þetta allt fyrir frelsi og lýðræði fyrir mér, sko. Þetta allt fyrir frelsi og lýðræði. Við verðum frjálsari og meira, sterkara frjálslynd lýðræðisríki með inngöngu í ESB. En við höfum svo ofta rætt tjáningafrelsi. Já. Þegar von der Leyen tala tjáningafrelsi. Ert þú bara svona, yes, let me in? Sko, þetta sem skemmtileg spurning. Okay. Af hverju gerir þú ráð fyrir því, að vegna sem ég vil gangi að Evrópusambandið, að ég sé sjálfkrafa sammála stjórnmálamanni sem í Evrópusambandið? Ég veit það ekki, en ég eftir á móti, út af því að ef ég myndi horfa á eitthvað sem að þróast í ákveðna átt, tökum bara stjórnmálaflokk og ég það, ég ætla íslensk stjórnmál, ég að skoða svona þá stjórnmálaflokka sem fyrir hendi eru og ég Helgi Hrafn og ég horfi á Miðflokkinn og Miðflokkurinn stendur gagnvart svona ákveðnum gildum sem ég hlynntur gagnvart frelsi og tjáningafrelsi og öðru. En aftur á móti þegar það kemur að innflytjendamálum og fleira, þá Sigmundur Davíð ekki að tala þann veg sem að ég að hlynntur. Og þá myndi ég spyrja það, af hverju spá ég því sem að formaðurinn að segja? Ég meina formaðurinn, já, hann að stikka stefna og okay, ég skil. En af hverju ættir að vera eitthvað pæli því? Hann að tala fyrir þínu gildum, af hverju þetta að gera þetta gagnvart honum? Já, það vegna þess að þú ert þá að tala Evrópusambandið eins og stjórnmálaflokk. Já, nei, en þetta samt lið, skilur við. Já, þetta samstarfsvettvangur. Mér finnst það frekar vera eins og að ætla ekki að vera hluti af lýðveldinu í Íslandi vegna þess að Sigmundur Davíð sagði eitthvað sem þú ert ósammála. Nei, út af því að... Þetta þannig? Nei. Mér finnst það ekki vera rétt hjá þér. Út af því að þú ert að tala um að þetta sé eitthvað dreifstýrt kerfi sem að Sem það já. En menna von der Leyen og þeir sem eru svona toppanarna tala í þá áttina að sérstaklega þegar hún fór með ræðuna eftir það að Orbán tapaði að þá sagði hann að þau þurftu að læra þessu og að meira boðvald stærri ríkjana þyrfti að verða ríkara. Það eru svona hlutir sem að láta mig svona ég vissi ekki einu sinni að þú væri hlynntur Evrópusambandinu fyrir en ég sá það bara allt í á Facebook og ég var bara, þetta kemur óvart. Út af því að það svona, þú talar um þetta sem dreifstýrt kerfi en eina sem að, og ég, eins og segi, ég hef sagt það áður, ég til að skipta skoðan á þessu. Ég ætla að hjálpa þér með það. Já. Ég ætla að hjálpa með hann. Við hjálpum hvorum öðrum, við gegnum þetta. En ég mjög ósammála Van der Leyen, hún stundu verið kölluð Sensori, Van der Leyen. Hún líka hljóma, þetta er eins og nafn á einhverju Bond-villan, sko. Þetta bara, þessi hluti af Evrópu hljóma svolítið þannig. Þetta er allt svo cool, sko. Það er svona töff að hafa Bond-villan sem heitir eitthvað cool, frá einhverju cool landi, sem talar góða ensku en samt líka eitthvað annað mál. Allavega.
Nei, ég er mjög ósammála henni sérstaklega sko, hennar svona fetish fyrir því að ganga hérna alltaf á tjáningarfrelsi. Þú sér þetta bara líka á Íslandi. Ég meina það er ekkert langt síðan það var stungið upp á hér á Íslandi að banna helfararafneitun. Það er ekkert langt síðan að guðlast var bannað á Íslandi. Það var afnumið 2015 út á frumvarpi sem að þessi gæi leiði fram með henni mann. Klámið er þá bannað á Íslandi. Sem næstum því einstæmi frjálslyndu lýðræðisríkjum. Sú hugmynd að Ísland sé einhvern veginn með eitthvað tjáningarfrelsi sem Evrópa er ekki með algjörlega þveröfugt. Ísland eftir á þegar kemur á tjáningarfrelsi með Evrópu almennt. Og það sem meira er að það tjáningarfrelsi sem við höfum á Íslandi samkvæmt 71. grein stjórnarskrárinnar, það tilkomið vegna aðlögunar Íslands að mannréttindasáttmála Evrópu sem öll aðildarríki Evrópusambandsins eru líka aðilar að. Þannig að hér sé eitthvað tjáningarfrelsi sem sé stafað af ógt frá Evrópu algjör öfumæli. Ein ástæðan fyrir við með tjáningarfrelsi á Íslandi upprunalega vegna þess að Danir gáfu okkur það 1874 með stjórnarskráni og ein ástæðan fyrir því að það orðið betra síðan þá út af aðlugun Íslands að mannréttindasáttmála Evrópu 1995. Við erum að fá fyrstu símringuna inn í podcasti. Ég ákvaða að hafa side note líka. Góðan daginn. Hvað heitir þú? Hver er það að svara? Ég heiti Eyþór hérna. Já, sæll Eyþór. Og það er svona eitt sem að mér finnst vera áhugavert sem er ekki mikið talað Það er sem sagt, ef að fæðingartíðnin heldur áfram að vera 1,56 hverja konu á árið 2100 þá fyrir við frá 390.000 niður í 250.000. Já. Það er bara svona áhugavert sko að það er ekkert mikið spáð í þessu sko. Ég er sammála. Þetta er svona langtíma dæmi sko. Já. Og á sama tíma þá náttúrulega verður meiri hlutin af þjóðinni hérna á eftirlaunum og síðan er náttúrulega unga fólki sem er í skóla og það svona minnkar aðeins millistéttin þannig séð hlutfallslega, aldurslega og já, mér finnst þetta bara að vera svona áhugaður pælinga. Þetta er ein pæling, ég er sammála því. Við tökum þetta side note, við ætlum að klára smá Evrópu og svo hérna tökum við fæðingartíðnina smá. Þetta er góða punktur. Glæsilegt, takk fyrir að svara. Takk, bye. Þetta var MacGyver move. Já, ég er með það, þú sér það hana, númerið er þarna. Þannig að það er hægt að hringja. Ekki samt allir hringja núna, við erum hérna við erum smá uppteknir núna. En við tökum, ég er samt til í þess að fæðingartíðnis umræðið smá. Allavega, þú varst að segja. Ég var að segja, ef Íslendingum sem er annt tjáningarfrelsið, því skal vera annt aðlugun Íslands að mannréttindasáttmála Evrópu, þeim sama og öll aðildarríki Evrópusambandsins eru aðilar að, vegna þess að þaðan kemur það. Og það kom ekki frá Íslandi. Það voru ekki Íslendingar sem börðust hetjulega fyrir einhverju auknu tjáningarfrelsi. Það hefur aldrei verið vinsælt að hafa tjáningarfrelsi á Íslandi, nema fyrir hvern og einn til að segja það sem hver og einn sjálfur vill. Þegar kemur að því að berjast fyrir prinsipinu, þá er næstu í þögn á Íslandi, þar á meðal í miðflokknum, athugaðu. Hún er alveg saman tjáningarfrelsi þegar kemur að því að móðga þjóðfánan, syngja þjóðsöngin vittlust, guðlast eða klám eða móðga erlenda þjóðhöfðingi. Allt þetta kjaftæði sem er, þú veist, er eitthvað mótið því? Nei, þú heyrir þá aldrei mótmæla svona takmörkum tjáningarfrelsi. Það er bara þegar þeir sjálfir segja eitthvað sem að þeir upplifa eitthvað mótmæli gegn sem að þeim verður skyndilega annt það og leið og það vandamáli farið þá er slétt sama og það einskorast ekkert í miðflokkin. Svona er umræða tjáningarfrelsi almennt. Við höfum alltaf rætt þetta á þau, það er engin spenntur fyrir tjáningarfrelsi. Það er mjög lítil spenntur. En bara það, við bara hafa það á hreinu. Þótt að einhverjir leiðtogar eða stjórnmálamenn í Evrópusambandinu segi eitthvað, þá þýðir það ekki að Evrópusambandið farið þangað. Alveg eins og þótt að einhver leggi til á Íslandi að helfararafneitun verði bönnuð með lögum eins og hefur gerst, þá þýðir það ekki að það gerist. Þetta er bara fólk að segja hvað því finnst. Það er ekki einhver svona pre-screening process það sem er að athugað fyrst hvort að þetta hefur komið á og síðan talað það. Það er fyrst talað það, stundum kom fram hræðilegar hugmyndir, þá er það rætt og veistu hvað? Stundum, á og til, þá bara kemst eitthvað slæmt í gegn, yfirleitt ekki. Vegna þess að það er eftir allur prósessin sem er heilmikið hjá Evrópusambandinu vegna valdreifingarinnar og það er mikilvægt að hafa eitt í huga ég er að skjóta einu bara eitt punkt Evrópusambandið er byggt upp þannig að það er engin eitt hluti sem hefur bæði tillögurétt og atkvæðarétt þannig að Evrópuþingið til dæmis getur ekki lagt til eitthvað, það greiðir atkvæðum eitthvað sem að ráðherraráðið leggur til og ráðherraráðið getur bara lagt til.
svo þarf að fara hérna Evrópuþingið. Þetta er til þess að passa það að valdið sé ekki á ofáum höndum og til þess einmitt að Van der Leyen og Co. Geta ekki einfallega sagt eitthvað sem þeim finnst og þá látið það gilda allar Evrópu. Það bara, þau ráða ekki, skilur. Það er ekki þannig. Þau ráða ekki. Þetta er ekki miðstýrt. En þessi tillögur er eitthvað sem að þingið svo tekur ákvarðanir og þar höfum við bara engin völd. Þú talar þessa dreifstýringu. Ekki svo. Ég myndi, og heldur ekki þegar við erum komin hannig. Þú talar þessa dreifstýringu. Ég held að við myndum sko dreifa dreif sko allar okkar ákvarðanatökur varðar það hvernig við viljum haga okkar málum. Við myndum missa fullveldi, við getum alveg eins lagt niður alþingi að mínum mati, einfallega út af því að þær reglur sem að væru fyrir hendi mættu ekki trompa Evrópusambandsreglurnar. Og það er það er svona það sem ég finnst skrýtnast við þetta er að út af því að það var alltaf verið að hlæja að Arnar Þór Jónssoni á sinni tíma þegar hann var að berast gegn bókun 35 og Sjálfstæðisflokkurinn eiginlega bara sparkaði hann út fyrir það að vera með þennan derring. En ég meina, það þýðir bara það að reglur Evrópusambandsins gildi umfram okkar eigin reglur sem að við erum að setja gagnvart okkar kjörnu fulltrúum. Og það var allt í einu bara að koma eitthvað fólk út í Evrópu sem er með miklu meira valdi yfir því hvernig á að lagfæra okkar löggjöf að okkar þörfum. Það er svona eitthvað sem að mér finnst svo skrítið að fólk eins og þú sé bara, já, ég held að það sé bara fórnarkostnaður sem ég er til í. Sko, þetta bara er ekki alveg rétt. Ok. Sko, bókun 35 í fyrsta lagi, þegar þetta frumvarp verður samþykkt sem nú eru á alþingi, mun ekki breyta neinu af ráði. Það eina, sko, þetta eru mjög fá tilvik þar sem að, sko, hvar á maður að byrja á þessu? Bókun 35, frumvarpið sem er núna, er til umræðu, er drepleiðilegt lagateknilegt mál. Og hefur ekkert að segja, sko, bókun 35 var samþykkt 1993. Hún er í gildi. Okay. Við erum búin að samþykja hana, sko. Hvað eru við þá samþykja núna? Núna erum við að laga galla í útfærslu í 4. grein laga, held ég, EES eða 3. annarkvort, sem fjallar ekki það að sko reglur Evrópusambandsins eiga að trompa landslög. Það er ekki þannig sem að EES virkar. Þetta er pínu lagateknilegt, þess vegna speysar fólk út og misskilur þetta alltaf. En það er auðvelt að orða þetta þannig að fólk haldi þetta sem sagt að einhver erlend stofnun fara að ákveða meira lög á Íslandi. Það er ekki þannig. Það er ekki þannig með EES og getur ekki verið þannig með EES. Þannig þetta ekki það sem hann er. Þess vegna þarf alþingi að sjálft að samþykja allt regluverk sem að kemur frá Evrópusambandinu. Það er vegna þess að það er ekki hægt fyrir erlenda valdið að setja regluverki á Íslandi. Það verða að vera íslensk stjórnvöld. Þess vegna er þetta eins og þetta er núna. Hins vegar, aðeins inn í kannski bókun 35. Fyrirgefið, þetta er pínu lagateknilegt, en þetta skiptir máli. En byrjum á að einfalda. Það er sko, á Íslandi þá kemur það fyrir að löggjöf er í mótsögn við aðra löggjöf. Við setjum almenna löggjöf, segjum bara almenn hegningarlög. Þetta er bannað og þú fyrir fangelsi og skammaði fyrir hitt og eitthvað svona. Svo er þetta kannski með sérlögum fjárhagsglæpi eða þannig. Og það er, sko, þessar 2 tegundir af lögum er ekki beinlínis af ólíkum tegundum þannig séð. Dómstólar þurfa bara að taka fyrir lögin hverju sinni. Það kemur inn eitthvað mál. Samkvæmt almennum hegningarlögum, þá er, fangelsisrefsingin fyrir þetta 3 ár, en svo samkvæmt einhverjum öðrum lögum er hún 5 ár. Hvað á dómurinn að gera? Hann þarf einhvern veginn að finna út úr í hvað sé rétt að herra heldur neitt. Það spyr ég þig, hvort meikar meira sens? Að hvað nákvæmlega? Að hvort að, sko, ef þú ert með sérlög sem taka á nákvæmlega því sem er verið að eiga við, eða almenn lög sem taka á svona miklu... Almenn lög eru betri, ég veit hvað meinar. Nei, en sko, ef þú ert með mótsögn á milli sérlaga og almennara laga, það sem að dómar að gera... Það eru sérlögin betri í þeim, já. En ég var að hugsa, en með heilt regluverk, skilur, þá er betra að hafa almenn lög, það er einhverja alveg svona... Klárlega, já. En sérlögin trompa almennulögin þegar það er, og bara þegar það er mótsögn á milli þeirra, skilur. Nú, þetta er það sem við þurfum að skilja. Það bara meikar sens að sérlögin trompi almennulögin. Það er það sem við erum að gera þegar við setjum lög. Svo erum við hluti af EES og við ætlum að taka upp þetta regluverk. Alþingi ákvaða. Ok? Ekki Evrópusambandið, alþingi Íslendinga ákvað það að ganga í EES og þegar alþingi samþykkir regluverk frá Evrópusambandinu, þá verður það íslenskir þingmenn í umboð íslenskar kjósenda sem er að greiða atkvæði með þessum málum og engin annar. Annars tæki þetta ekki gildi á Íslandi. Já, ég veit. Þannig að það er nú komið með 3. tegundin af lögum sem eru reglur sem að byggja á EES. Þetta eru íslensk lög, sjáðu til. Þetta er ekki erlend skjöl, þetta eru íslensk skjöl. Við erum mjög meðvirk akkur þessu, það er rétt.
meðvituð. Meðvirk. Það er bara gott, þetta er góð lög, almennt, næstu því alltaf. Þá erum við almenn lög, EES-lög og sérlög. Og núna spyr ég þig, við erum með EES-reglunar sem eru hugsaðar til þess að samræma regluverki þannig að hlutinni hérna á Íslandi séu eins og í EES. Það er pointið. Svo erum einhver almenn lög sem voru ekki hugsuð út frá ýmist séraðstæðum eða EES-reglum. Og hvað meikar sens? Hvernig ætti þessi röðun að vera? Nei, Helgi. Leif mér klára. Þú spurðum þessu spurning. Ef þú ert með sérlög, þá viltu væntanlega sérlögin gildi. Helgi, þetta er ekki punkturinn, sko. Þetta er punkturinn. Nei, þetta er alls ekki punkturinn. Þess vegna þetta er misskildur, þannig að þú skilur ekki að þetta er punkturinn. Nei. Þetta er það sem bókun 35 snýst um. Það var eina sem hún snýst um. Já, ok. Þú snýst ekki neitt annað heldur en þetta. Ok, það getur verið. Það er þannig. Já, ok, en hugsaðu samt það kerfi sem að þú ert að sannfæra mig að samþykja. Það er að þú varst á þingi. Ég gat haft aðgengi að þér tiltölulega, ég ætla ekki að segja auðveldlega, en það er ákveðin fegurð á Íslandi hvað við eigum gott aðgengi að stjórnmálaöfunum. Það að þeir séu að taka ákvarðanir mitt líf veldur því að ég tek ákvarðanir þeirra pólitísku framtíð. Já. Í Evrópusambandinu þá er það einfaldlega ekki þannig. Þetta er ekki rétt hjá þér. Og það er grunnþátturinn í þessu öllu að það sé annað fólk sem er að fara að taka ákvarðanir okkar líf sem hefur engin tengsl, hefur örugglega ekki heimsótt landið. Það er þetta sem að fólk hefur áhyggjur af gagnvart þessum hugmyndum. Ekki einhver lagatæknileg atriði sérlög, reglur, almennlög og EES-reglur. Sko, þau erum að tala bókun 35, hafðu alveg á hreinu, þetta er uppfléttanleg staðreind. Þetta er það sem það fjallar um. Já, ok. Og þetta er það eina sem það fjallar um. Já, ok. En ég er að segja, en í praktík þá er verið að færa mig nær þeim raunveruleika að þeir stjórnmálamenn sem ég hef ekki tökið að kjósa út séu að taka meiri íþyngjandi ákvarðanir mitt líf. Já, þarna er bara fólk ekki átt að segja á því að það eru kosningar inn í Evrópu þingið. Og ég veit hvort þú hugsa, við erum svo fámur þjóð, við fáum ekki að þing minn á ráðamikinu. Já, einmitt. En það er vegna annars misskilning sem er sá að halda það að valda bara, að ágreiningurinn og umræðunar og ákvarðanir á Evrópu þinginu snúist þjóð á móti þjóð. Það er ekki þannig. Þú sér frjálslyndaflokka, þú sér íhaldsflokka, þú sér græningja, þú sér alls konar svona. Það er uppbyggingin. Þannig að íslensku við fengum þeir færi marga flokka. Mér er bara alveg sama. Ég vil ekki að þetta fólk, mér er alveg sama. Þú veist, það er ekki hugmyndafræðilega ástæða fyrir því að ég sé eitthvað ekki hlindur því að þessi komi í Evrópusambandinu séu að taka ákvörðunum mitt líf, eða hvort það sé íhaldsmaður, eða hvort það sé frjálshyggjumaður, eða hvort það sé bara nákvæmlega á sömu skoðunum mér. Punkturinn er sá að ég get ekki haft áhrif á hans pólitísku framtíð. Jú. Nei, víst. Helgi. Nei, ég get það ekki. Ég skal segja meira, þú sko, sem Íslendingur í Evrópusambandinu, þá hefur meiri áhrif sem kjósandi heldur kjósendur í nokkru öðru aðildarríkja Evrópusambandsins. Ég skal segja hvers vegna. Það er vegna að það eru 720 þingmenn á Evrópuþinginu. Fara nokkurnu hlutfallslega eftir fólksfjölda í hverju ríki, nema að það er hámark og lágmark. Þess vegna hlutfallslega ætti Þýskaland að vera með 133 þingmenn af 720 en er með 96, þannig að það er 96 þingmanna hámark. Hvað fengum við marga? Við fengjum 6 og samkvæmt höfðatölu ættum við að fá svona hálfan. Já, nákvæmlega. Þannig að við fengjum svona 12 sinnum fleiri 12 sinnum meiri atkvæðastyrk hver íslenskur kjósandi inn í Evrópusambandinu heldur en í nokkru öðru aðildarríki Evrópusambandsins. Já, ég meina þetta, mér finnst þetta bara, ég alveg að tala, Helgi, ég dýrka þig og það ekki bara væntu þig en mér finnst þetta svo hræðileg söluvara að það er bara næstu í galið sko. Og mér finnst þetta eiginlega verri söluvara út af því að maður gleyma þetta með atkvæðaréttin sko. Ég bara vil ekki þetta að fólk sé að taka ákvarðanir mitt líf sem ég hef og mun aldrei hafa tök á því að kynnast. Okay. Þú fáið sko 12 sinnum fleiri atkvæði heldur en meðal þjóðverðin. Já, bara nei takk. Mér finnst það rosa skrítið við þér. En finnst þér að ekkert svona út frá þessum persónulegu sjónarmiðum bara svona, mér bara líður vel með Ísland, og ég veit kannski er þetta bara svona eitthvað hræðsla og íhaldssemi og hvað þannig. Kannski er bara búið að hræða mig frá því að segja nei í ágúst, en ég bara einhvern veginn sé ekki fyrir mér að þetta sé að fara að vera betra fyrirkomulag. Ég held, sko... Við erum að fá aðra símhringu, ef að taka þetta. Já, kýlum. Það ekki bara. Við útklöðum þetta eftir. Sæll, hvað heitir þú? Það er til Árni. Blessaður Árni. Eru þið ekki að tala enda bókun 35? Jú.
Ég var að spá við Helga hvort hann getur rifið upp samtali sem átti við Ögmund Jónasson, þar sem voru að ræða bókun 35. Já. Hann var að tala um það. Já, ok, ég hefur ekki rétt með stæð. Ég skal tala um það. Já, hvað er með það? Ok, hann vildi meina sérst að ég held að það verið þannig að ef almenn íslensk lög eru tekin fram fyrir þessi ESB-lög, að þá væri við að brjóta EES-samningin og þá verðum við að greiða sektir. Ég man ekki hvernig röðurinn á þessu var, en þetta er bara svona punktur sem ég geti rætt, sko. Ég er ekki lögfræðingur, ég get ekki alveg farið nákvæmlega með. Nei, ég get farið. Nei, við tökum þetta. Takk fyrir þetta. Okay. Sko, bókun 35, eins og ég sagði, hún var samþykkt 1993 þegar við tókum, við gengum inn í EES samstarfið. Og það felur í sér, vegna þess að markmiðið með þessu er að samræma löggjöf. Það er ekki gallinn, það er kosturinn. Til þess er þetta. Þess vegna erum við að gera þetta. Til þess að samræma regluverkið, til þess að aðlaga regluverkið að evrópsku regluverki. Það er ástæðan fyrir því að við erum að gera þetta. Okay? Alltaf að tala eins og það sé eitthvað rosalega ógnarlegt. Það er heili punkturinn með þessu, sko. Það er að góða. Anyway. En skilur þetta ekki af hverju það er ekki, þú veist... Ég skil algjörlega af hverju fólk misskilur þetta. En það er misskilning. Nei, en í sumum tilfellum er þetta bara, þú veist, út af því að ég mann þegar Christopher Hitchens var að tala þegar fólk var að tala þú veist, hvað er ótrúlega bara frábært, þegar þú getur bara tekið upp kristna trú, bara skilur ekki hvaða er ótrúlega yndislegt að geta vaknað á morgnana og verðum bara svona með þokkalegri vissu að vita það að þú sért að fara að lifa betra lífi. Og hann sagði bara, ok, þú veist, ég er ekkert að vera eitthvað pirraður út í ykkur, ég bara, þú veist, söluvaræðin er ekki það sem mér hugnast. Og mér líður pínu þannig með hvað ég menna. En sko, með bókun 35, þetta sem að hann var að spyrja innringjandinn, Árni, ef við stöndum ekki við EES-samningin, þá já, er hægt að beita okkur sektum, samkvæmt samningnum, alveg eins og ef þú kaupir þér fasteign og þú borgar ekki fyrir hana, þá færðu ekki fasteignina. Þannig er þetta. Nei, Helgi. Víst, Þórarinn. Hvað meinar? Já, en þetta er ekki sambarlegt við það að kaupa fasteign. Nei, bara, skilur, við gerum samning. Við fáum eitthvað fyrir okkar snúð. Við fáum að vera hluta af þessu markaði. Gegn því að aðlaga regluverki okkar að þessu markaði. Ef við gerum það ekki, þá augljóslega og eðlilega er einhverjar afleiðingar af því. Og þetta er víst þannig. Og ef þú heldur þetta sé ekki þannig, þá ertu bara með allir virðingu, elsku félagi, að miskilja þetta. Þetta er samningur sem við gerðum á grundvelli fullvellisins, sem að hentar okkur ógeðslega vel og það eina sem við þurfum að gera er að standa við það sem við sögðust ætla að gera og það sem við sögðust ætla að gera var að aðlaga regluverkið að Evrópureglunum samkvæmt EES-samstarfinu og ef við gerum það ekki, þá erum við ekki að standa við okkar hluta samningsins. Þannig virka samningar. Þú þarft að standa við þig. Já, ég skil hvað að meina. Og fyrir það. En þetta er samt svona svolítið, þú veist, þetta er svolítið galinn samningur samt varðar það bara hvernig hann virkar í praktík. Manstu þegar Ariel misti röddina sinna í Litla hafmeyðinni? Nei. Og Úrsula tók hann, ég held að hún heiti Úrsula mér sem og þá er það skilur að sjálfsögðu er þetta samningur sem það þarf að efna en aftur á móti þá er bara spurningin svo hvort að við viljum þá vera bundin við slíkan samning. Akkurat, þá er einmitt spurningin ástæðan fyrir því að það er núna verið að setja fram þetta frumvarp til þess að laga teknilegan galla við innleiðingu á bókun 35 frá 1993. Þessi galli leiddi af sér að dómstólar yfirleitt ef þeir fá lög á Íslandi samþykkt af Alþingi Íslendinga en eiga uppruna sinn úr EES-samstarfinu þetta er samt bara venjuleg íslensku lög og þau eru í mótsögn einhver almenn lög almenn lög sem voru ekki sett út frá samstarfinu og ekki út frá sérstökum aðstæðum heldur almenn lög sem gilda svona stórumyndar lög og yfirleitt þá dæma dómarar þannig að þeir láta EES-reglunar íslensku lögin, ítreka og undirstreka íslensku lögin samþykkt á Alþingi Íslendinga sem að eiga uppruna sinn úr EES ganga framar almennum lögum vegna þess að það meikar sens. Það er rökrétt með að við vilja löggjafans og eðli EES-samningsins. Þannig það meikar sens. En innleiðing okkar á bókun 35, hún er orðuð frekar skringilega sem þýðir það að þeir hafa ekki alltaf dæmt svona og af og til hefur það gerst að þeir hafa dæmt almenn lög hærri heldur en lög sem er svona hálfsérlög, skulum við segja, sem eru grundvöld á EES-samstarfinu. Undantekningarlaust í þessum málum sem getur neitt ekki þulluð fyrir hér og nú, ég þyrfti að fletta þessu upp til þess, þá er óhugsandi að þú myndir lesa þessa dóma og hugsa með þér, já, þetta meikar sens, svona ætti þetta að vera. Þetta er alltaf eitthvað sem að virðist hafa bara verið mistök vegna þess að lögin eru óskýr. Og þetta frumvarp sem núna liggur fyrir er til þess að gera lögin skýr. Aftur, þetta er hundleiðinlegt
lagateknilegt issue, en þetta er flókið, þetta er lögfræði, þetta er alls konar svona hlutir sem við lærum ekkert í grunnskóla, þannig að það er rosalega auðvelt fyrir einhvern veginn sem miðflokkin útvarpssögu að miðskilja það ýmist vísvitandi eða ekki og láta þessu hérna séu að fórna sjálfstæðun og fullveldun og allt þetta. Þetta er bara ekki rétt. Þetta er lagateknilegt issue um það hvernig eigi að útkljá mótsagnir innan íslenskra laga sem er alvanalegt og fullkomlega eðlilegt að fari eftir þessu sem er verið að leggja til og var reyndar samþykkt 1993. Það er hið eðlilega ástand, lögfræðilega. Og restin er misskilningur. Við skal segja að ef allir skildu þetta mál rétt, þá væri enginn að tala um það. Nei, og ég veit ekki hversu margir vilja að við höldum árum. En hitt er, ef við stöndum ekki okkar samninga, þá getum við fengið sagt. Ég fattar hvað að meina. Eðlilega. Já, það er, ég er svo sem ekkert eitthvað, þú veist, ekkert eitthvað nei, það er galið að þurfu ekki að efna samninga, mér veist það galið að segja svo sé ekki. En tölum annað, þetta sjá hvernig þetta kemur út á monitornum. Hérna erum við sem sagt með Skorri Másson, sagður þjást af sorsamnesia og þetta er frétt sem Jakob Bjarnar skrifar hérna fyrir 2 dögum og mér þótti svo áhugavert. Ég ætla bara að lesa smá úr þessu svo að fólk séðan sinni þessu. Berglind Gyða Guðmundsdóttir, prófessor við menntavísindasvið HÍ í sálfræði, hafnar því að Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, sé hafður á spotti. Háði á spotti segi í spurningu sem var ein af 80 lokaprófi á menntavísindasviði. Skorri Mánasson 85 ára óttast að flagga regnbogafánanum í skólum landsins og það geti haft áhrif á fleiri börn, skilgreininsi sem LGBTQIA+. Þegar hann eins og að spurðu hvaðan hann hafi fengið þessar upplýsingar og hugmyndir getur hann ekki rifjað það upp. Source amnesia. Hvað finnst þér? Þetta er alveg áhugavert. Þetta er sem sagt prófessor sem að leggur fyrir próf þar sem að hann nýtir sína stöðu til að gera grín á honum. Hvað finnst þér? Ég er almennt á móti því að gera grín að nöfnum fólks. Svo er oddviti, svo sjáðu hérna oddviti sósíalistaflokksins hafi verið, sem sagt, hún var aðstofakennari við þetta, en hún held ég kemur ekki nálægt þessu. Hún er þetta mjög fín stelpa, hún er komin í hlaðvarp. Hún er mjög fín. En allavega, pólitísk aðför. Erum við að tala samt nafnið eða það að hann muni ekki hvaðan, að þessu dæmið muni hann ekki hvaðan? Ég ætlaði bara... Ég hef engan sérstakann áhuga á þessu nafnamáli við sig alveg svo mér finnst almennt að það er bara kalla fólk það sem það vill vera kallað. Mér finnst það ekki mjög róttæk aðstæða. En það er ekki punkturinn í þessu. Nei, ok, flott, þá þurfum við ekki að ræða það fyrir. Nei, en ég er að segja sko að er ekki frekar galið, mér finnst þetta menntavísindasvið vera komin á algjörlega stjórnlaust galinn stað sko. Sambandi við Vókið og fleira sko, sem ég veit að þú hatar. Hatur er sterkt orð en ég er ósammála mörgum skoðanasyskinum mínum baráttu aðferðir, skulum við segja. Já. Hitt er hins vegar, sko það sem ég finnst áhugaverðara við dæmið er að þarna er einstaklingurinn, greinilega Snorri Másson, 85 ára, væntanlega í framtíðinni, sem að man ekki alveg akkur hann trúir því sem hann trúir. Þetta er, nú hef ég aldrei heyrt þetta hugtak source amnesia áður, en kannski er ég hérna að tala át afturhendan af mér og vera leiðréttur af einhverjum ægilega menntuðum háskólaprofessor eftir þáttinn. En það er bara mjög algengt. Við erum þannig tegund manneskjur að við búum okkur til skoðanir löngu áður en við höfum okkur færa á því að öðlast alla þekkingunni sem við þurfum. Þess vegna eru svona fordómafull, þess vegna eru svona vitlaus, þrátt fyrir að vera svona óbúslega gáð. Það er vegna þess að það er auðvelt að búa sér til skoðanir, en það er erfitt að öðlast þekkinguna sem þarf til þess að hafa upplýstar skoðanir. Þannig að fólk oft fær einhverja tilfinningu, til dæmis í útlendingamálum, eða einmitt gagnvart EES eða bókum 35 eða hverjuna. Það fær tilfinningu og það myndar skoðun út frá tilfinningu, en veit ekkert, svo fyrir að spyrja eitthvað nánar, þá er ekkert endilega rosalega djúpt á svarinu. Og þetta er mjög dæmigert, og við lendum öll í þessu, ég líka, skilur við. Og þú veist, og mamma mín og börnin mín, bara við erum svona, manneskjur eru svona. Og eina vörnin sem við höfum gegn þessu er með því að átta okkur á því, sýna þessu auðmýkt og átta okkur á því að til þess að hafa upplýstar skoðun á hlutunum, þá þarf að leggja smá vinnu í það. Það er ekki nóg að vera rosalega klár og með rosalega sterkar tilfinningar og rosalega rétt sýt, það er allt flottir hlutir, frábært. Það er samt ekki nóg. Það þarf líka að setja vinnu, leiðinlega vinnu jafnvel, í það að lesa hluti sem er ekkit endilega óbúslega spennandi. Og það kostar tíma og vinnu sem flest fólk ýmist getur ekki innan af hendi eða nennir ekki að innan af hendi, eða það sem ég held að sé algengast,
kann ekki. Ég er með Æ, smá öðruvísi. Ég held að mikilvægasti þátturinn í þessu sé ekki endilega að ef að þú ætlar einhvern veginn að koma að einhverju máli að þá þurftu að vera búin að kynna þér öll málin. Sanna Magdalena var hérna hjá mér og hún var einmitt að segja að eitt af þeim svona merkjum þess að hún var ekki nú sterkur sósíalisti og sterkur formaður fyrir sósíalista og hún hefði ekki lesið alla bækurnar. Já. Og hún var einhvern veginn bara, ég bara ólst upp í fátækt, ég sagði nú við hana, ég heldur sért baráttumaður hættulegastu aflana, þess vegna svo hræðilegt hvað þú ert viðkunnaleg, sko. Alveg, ég vildi óska þess eins og ég sagði henni, hún væri bara svona eldspúandi kommi, sko, einhverju öskrandi yfir alla. En út af henni viðkunnalega, þá var hún að tala fyrir hættulegastu hugmyndunum, þá svona, það er eitthvað sem að hræði mig. En punkturinn aftur á móti sá að ég til bara að tjáningafrelsi sé eitthvað sem að reddi þessu. Því að við erum alltaf einhvern veginn líka, sko, og ég veit að þú meinar þetta ekki þannig, en það eru mjög margir sem að setja svona ákveðna skorður varðandi tjáningafrelsi þegar þeir eru farin að segja, já, nei, þú ert náttúrulega ekki búin að standast þessar kröfur og þar alveg enda átt þú ekki að vera að tjá þig þetta. Og við sjáum þetta til dæmis á Suðurnesjunum ef við vinklum útlendingamáli í þetta, að þá þekkja þeir bara ekki nægilega vel til menningarinnar og til þess hversu mikið innflytjendur hafa í rauninni glætt samfélagið Ísland í heild sinni, þannig að þeir eru ekki að kvarta yfir ákveðnum bara þemum sem eru að eiga þessi stað til þess upp á Ásbrú og þá er það bara ekki verið að tala um þessi mál, sko. Og mér finnst þetta svona vera leiðinda hliðarspor sem mér finnst við hafa tekið, sérstaklega í íslenskri menningu, þar sem að þú einmitt, sko, það er leiðilegt, ég veit að það er leiðilegt, en þú bara ert heimskur þangað til að ég er búin að, þú veist, þangað til að þú uppfyllir þær kröfur sem ég er búin að setja það hvernig þú mátt tjáða þetta mál. Sko, ég er nefnilega alveg sammálaður, sko, og þetta er, ég er alveg sammálaður þetta, sko, það að fólk hafi ekki lesið eitthvað tiltekna bækur eða eitthvað slíkt þýðir ekki að maður er að hunsa það, en það breytir því ekki að það er samt mikilvægt að þekkja hvað maður er að tala það þarf ekkert að lesa það samt úr einhverju tiltekin átt. Ég veit alveg hvað hún Sanna er að tala en þess að mér finnst fjárvinstrið næstum því alltaf að tala svona og næstum því alltaf að tala svona, já, ert þú búin að lesa þessa bók? Nei, en þessa, og þú bara dælar út, sko, bókum, en það sem er að gerast það. Mér finnst ég jafnvel hafa lendið í, sko, að þú ert ekki búin að lesa ákveðna bók og þá er þeir bara, það er eitthvað að tala þig. Og þetta er auðvitað tilraun til þess að, sko, sleppa samtalinu, til að ljúka samtalinu. Ég er á móti því. Ég vil alveg endilega tala við fólk og taka samtali við fólk sem að þótt að sé ekki búið að lesa einhverja bækur eða lög eða skýrslur, en það, sko, forðið fólk frá því vegna þess að það er ekkert hægt að hafa djúpa þekkingu á öllum þessum málum sem eru til umræðu. Það er ekki hægt. Ég get það ekki, þú getur það ekki, það getur enginn. En við þurfum samt að, sko, að átta okkur á því að til þess að hafa sterka skoðunhlutunum þá þarf að gera það. Og lausnin við því, þetta er bara vinsamleg heilræði, sko, ég er ekki að setja neina skildur neitt. Lausnin því er að sleppa því bara að mynda sér einhverja hrikalega sterka skoðun ef maður hefur ekki haft færi á því af einni eða annan ráðstæðu til þess að kynna sér málið nógu vel til þess að hafa mátulega upplýsta skoðun og í öðru lagi átta sig á því það er alltaf fullt af hlutum sem mann vantar í þekkinguna til þess að hafa skoðunna sterka. Skilur, þess vegna ef þú spyrir mig út í hluti eins og flugvöllin í Reykjavík þá færði ekki dvola sterka skoðun þess að ég bara veit ekki nógu mikið það. Þá bara segi ég það og tala um eitthvað sem að ég er búin að vera að eyða tíma mínum í. Það má. Það þarf ekkert að hafa sterkustu skoðun í heiminum á öllum málefnum. Það má vita ekki hluti. Það er allt í lagi. En maður þarf bara átt að segja á því að það er þannig. Sko, ég ætla að sýna það rétt hérna. Þetta er svo sagt, núna fyrir einhverjum 2 dögum, þá er þetta búið að vera þessu stað í svo sagt Hollandi. Það sem er verið að kveikja í íbúðarkjarna fyrir hælisleitendur. Og ég veit alveg að þarna er fullt af fólki sem að samkvæmt okkar stöðlum er ekki búið að kannski nægilega kynna sér vel og eitthvað þannig. En aftur á móti og þannig að þú veist eins og við erum að tala um hérna að ég tel til þess að það er óumflýjanlegt að eitthvað svona í Evrópu muni eiga sér stað á stærri skala einfaldlega út af því að umræður hælisleitendamál og aðra bara þætti hafa bara verið þannig að það hefur verið rosalega mikið bara svona, já, nei, þú ert ekki múin að kynna þetta, þú veist ekki hversu mikil heildarmyndin er frá og fattar þú hvað ég menn? Ég fattar hvað meinar, ég er ekki með lausnin að því vegna þess að vandinn þar er bara að, sko, það heyri til algjörra undantekninga að ég heyri umræðu útlendingamál að, sko, alveg sama í hvaða miðliða á hvaða stjórnmálamenni sem er ekki byggð á grundvallar misskilningi á útlendingamálum.
það er bara, ég bara svolítið fann að fórna höndum, ég veit ekki hvernig einu sinni á að tala þetta, þannig að fyrsta sem þarf að gera er eitthvað að bara sko byrja á núllpunkti, bara þú veist hvað fólk eru að tala þú veist hvert regluverkið ég er orðið mjög svona Já, sko, þetta er það sem að mér bara ég veit ekki alveg hvernig á að tala þessu. Nei, ég fattu hvað meina, sko en við höfum náttúrulega rætt áður og ég er að lesa hérna aftur út af því ég er náttúrulega alltaf að reyna að kynna mér hlutina Age of Extremes eftir Eric Hobsbawm þetta er Öldu Öfgana, hún er á íslensku pabbi reddaði með því riti ég held að það sé mjög fátítt að redda þessu svoleiðis riti hvernig sem því liður og ég að lesa þessa bók og það er nefnilega að tala svona bara praktíska forsendur, þú sér þetta líka í Why Nations Fail, þar sem að þeir eru bara að tala praktískar aðstæður sem að leiða til ákveðina mála og í langflestum tilfellum þegar við erum að tala einhverja óöld í til dæmis Evrópu eða annar staðar að þá er það, ég er alveg sammálaðir það er út af því að fólk er ekki nægilega vel upplýst það hvað það er að tala en aftur mótið þá þurfum við líka bara að horfast í augu við það við erum aldrei að fara að ná þeim stað að allir sé eitthvað með rosalega staðlaða þekkingu Nei. Og þá mun fólk bara bregðast við bara, heyrðu, ég er að sjá samfélagið mitt taka stórkostlegum breytingum mér hugnast ekki þær breytingar ég ætla að reyna að koma í veg fyrir þær breytingar og ég held að verða ekki flóknara það það er svona fyrst mér sko þegar við erum að tala útlendingamálin að ég er alltaf svona, þú veist að þetta er pínu sem fyrir töguna mér að þegar að fólk sem að er að tala fyrir því að þetta sé ekkert mál er bara að segja við fólk bara endalist bara nei, þú skilur ekki, þetta er bara, þú veist, þú ert hluti af einhverju stærri þróun og þú þarft að sætta við þetta út af því að samfélagi bara breytast við erum fjölbreytileiki styrkur sem veit ekkert hvað þýðir, ég hef aldrei skilið okkur fjölbreytileiki styrkur fjölbreytileiki í hæfileikum er styrkur fjölbreytileiki í menningamálum leiðir oftast til átaka, þannig ég hef aldrei skilið það að fjölbreytileiki er styrkur í samvættu við menningu en það er alltaf verið einhvern veginn að segja við fólk bara, þú þarft að horfa á stærri myndina þitt samfélag er að fara að breytast þú þarft að sætta þig við það út af því að við erum svo vel lesin Já, ég er á mótið því líka þótt að ég bara neyðist svolítið til að tala henni vegna þess að Nei, eins og ég skilju, það er ekki heldur þannig það er engin hlið, svona mainstream hlið eða En finnst þið til dæmis fjölbreytileiki að vera styrkur? Já, klárlega En hvernig? Bara sem ástæðu þú ert á fundi og þú ert með, og allir eru eins öfgafullt dæmi það eru allir karlmenn sem eru eins á litin á sama aldri koma úr saman skólanum, það sem að gerist er að fundinum, þótt hann geta virkað ágætlega, þú fær mjög einslita niðurstöðu sem sér ekki að marga kosti. Þegar þú ert með fjölbreyttan hóp, þá færðu sko fleiri sjónamið, meira af efni til að vinna úr, fleiri hugmyndir til að vinsa úr. Það er auðvitað háð því að allar þessar hugmyndir komist að og að það sé vinsa úr þeim réttilega. Það er ekkert sjálfsagt að það gerist í fjölmenningarsamfélagi. Það er oft það sem að klikkar mínu mati er að það verður til einangrun, þá er voðinn vís. Þess að svo mikilvægt sko inngildingin er svo mikilvæg út af því og það er einmitt eitt af því sem að ég held að sko við ættum að vera að tala um í útlendingamálum en það er að mér skilst er einhver hópur sem að veldur því að hér séu engin landamæri og ekki vera nein landamæri og að hleypa öllum heiminum inn ég bara kannast ekki við þetta á pólitíkinni, það er ekki þannig í Pírötum það er ekki þannig í Viðreisn, það er ekki þannig í VG það er ég bara veit ekki hvað fólk held það er no borders taug í Pírötum hvað meinar no borders taug? Það er bara svona þú veist, Nei, þú fær tilfinninguna þú fær no borders tilfinningu að því að hlusta á eitthvað sem er ósammálaður útlendingamál, það er það sem er í gangi en sko, það er ekki alveg rétt en ok, höldum ára látum það líka milli hluta en sko, það er heldur ekkit rétt að það séu engin vandamál við það að inngilda, það eru vandamál við það og við erum ekkert að takast á við það og það er vandamál og við eigum að laga það en einhvern veginn vinstramegin færðu ekki að tala um þetta, heldur bara hleypi inn að sögn hægramegin hefur bara færri útlendingar en enginn er að takast á við aktúal vandamáli sem er raunverulegt það nær aldrei í forgrunn sem við alltaf föst í ykkur svona, einhverjir apakettir að brenna eitthvað fyrir eitthvað utan hús skal lofa þér því, veist af hverju er að þessu þau drógu ályktun of hratt þeir megi alveg þekkja ekki útlendingalögin, þeir megi alveg þekkja ekki aðstæðunar en þeir drógu ályktun of hratt þeir hefum átt býða með að kveikja í einhverju skilur við að þeir fara að kynna sér hluti þetta var svona mótmæli út af því að það var búið að samþykja það að hýsa hælisleitendur og þeir voru ósáttir við það en þetta er einmitt sko, þessi hegðun hérna, höfum eitt alveg bara á hreinu líka fyrir ekki, ég verður svolítið pirraður á ekki stress að sko, þessi hegðun hérna hún er ósættanleg vondi kallinn hérna er liðið sem er að kveikja í einhverju
Höfum það bara alveg á hreinu. Þetta lið á sér enga málsvörn. Það þarf ekki að læra heima, það þarf ekki að gera neitt. Það þarf bara ekki að kveikja í einhverju. Ég meina, ég sammálaður því, sko. Ég hérna með, og maður sá þetta náttúrulega líka í Bretlandi á sínu tíma, þar sem að voru keimlík mótmæli, þar sem að var verið að ráðast það. En ég meina, að einhverju leiti, út af þú segir hérna fjölbreytileiki styrkur, ég einhvern veginn svona hallast að því að það er hægt að færa rök fyrir því að fjölbreytileiki í hæfileikum sé vissulega styrkur og mismunandi sjónarmið séu styrkur, en aftur á móti þegar þú ert komið með stórkostlega gjá varðar menningu, til dæmis bara það hvernig við komum fram við konur og annað, að þá er það ekki eitthvað svona, já, ég meina, getum við ekki fundið einhver vinkil hérna, þar sem að við getum nýtt þetta styrk. Ég held bara að svo sé ekki, sko. Nei, ég skal segja hvernig við myndum nýta það sem styrk. Það er með almennilegri... Wow, var það varlega hérna? Nei. Hver ætlum við að nýta það sem styrk ekki það viðhorf. Að vanvirða konur? Ekki það viðhorf. Heldur nýta þann hóp sem styrk sem að aðhyllist þessi viðhorf. Það er með því að inngilda þann hóp, þannig að hann sé í nánum samskiptum við hópin sem er með betri skoðanir á efninu, en þess að þessi hópur er með verri skoðanir þarna, en er svo kannski með eitthvað fram að færa á öðrum vettvangi sem við erum ekkert að pæla í. Það er það sem inngildingin gefur okkur. Ólík sjónarmið sem við sjáum ekki að við höfum ekki. Og ef inngildingin er næg og samtalið er nógu mikið og fólk er að tala saman og það er að umgangast hvort annað, ekki það við séum í lagi í dag með mann, en ef það væri þannig, ef við getum drullast til að fókusa á það, þá væri þessi fjölbreytileiki styrkur. Og í samfélögum þar sem þetta gerist, sérstaklega sem að gerist en þess að fólk hefur ekki annar kost af vör, þá verður það styrkur. Þá verður það fjölmenningarsamfélög eins og Bandaríkin og Kanada, sem eru fjölmenningarsamfélög og sterk vegna þess. Og fyrst og fremst vegna þess. Já, en ég held að ef við myndum bara gera kröfur og þá mun þetta lagast. Ef við gerum bara þær kröfur að fólk getur ekki komið hérna og þegja bætur, ef að fólk getur komið hérna og unnið, ellegar bara þarf það að fara eitthvað annað, og að við gerum kröfur á það að þú aðlagar þig að okkar gildum og annars getur ekki verið. Ég held að þetta myndi bæði vera frábært fyrir þá sem er hingað komnir og vilja gera vel, og myndi líka í rauninni kæla niður allt það sem er, þú veist, og ég veit að við erum ekki svona nálægt í eins og hollendingar. Nei, og fólk sem alltaf fara að gera eitthvað svona má bara fokka sér, sko. Þeir með að líka fara. Þeir bara fokka sér. Já, ég er alveg 100% sammála þar. En aftur á móti þá, þú veist, eins og með öldöfgana, við erum líka, þegar við erum með samfélag, þá erum líka bara að gera okkur grein fyrir því að eins og með, þú veist, að stjórnmálamenn geta ekki búið til húsnæði, þeir geta ekki sagt, við ætlum að lögfesta leikskólamálin og þá verður til leikskólapláss, og þá getum við ekki sagt, ég vil ekki að þú gerir þetta. Nei. Og þá gera það ekki. Þessa gæði setur bara í fangelsi, sko. Já, ég veit það, en ég veit það, en ég er að segja, þú veist, það eru ákveðnar breytur í samfélaginu og forsendur. Þess vegna er ég alltaf að segja að stjórnmálamenn eiga einbeita sér að því að vera stýrendur. Sko, þeir eru ekki stjórnendur. Ok, það er gott, ég fíla það. En sko, markmiðin sem þú ert að nefna, að fólk sem komi hingað, það sé með vinnu, það sjáu fyrir sér, dragi sína vikt, og aðlæst samfélaginu og takkjum sér gildi. Þetta er allt markmið sem ég er mjög hlindur og finnst gríðarlega mikilvægt. Gera þessu kröfu? Þar, sko, þegar þú segir gera kröfu, ertu þá bara að tala um að heimta það? Að segja það bara á blaði, skrifa henni undir? Okay, það mun ekki... Nei, ekkert endilega, bara þú veist, hvað er það að tala um? Hvernig ætlum við að ná þessu markmið? Ég fatta hvað mennar. Bara að það verði, ég held að það myndi bara koma sjálfkrafa þegar þú tekur bætunar. Þá þarf fólk að fara inn á markaðinn, hinn almenna vinnumarkað, og það er besta inngildingartól, þó svo að ég hata þetta orð, að það var það besta inngildingartól sem að til er. Skal ég segja hvers vegna hælisleitendur vinna ekki? Það verður þess að þeim mega það ekki. Já, ég er sammála. Og ástæðan fyrir því að þeir fá frítt húsnæði og svona lágmarks þjónustu til að halda á lífi er verður þess að annars deyja þeir. Já. Okay? Ef við viljum að hælisleitendur vinni fyrir sér á meðan þeir eru að bíða eftir niðurstöðu frá Útlendingastofnun, þá þurfum við fyrst að leyfa hennar. Þá er hægt að taka burt þessar bætur og leyfa þeim bara að vinna fyrir sér og það myndi ábyggilega virka ágætlega. Þetta er það sem ég vil gera. Ég er alveg til í það. Og loka landamærunum, reyndar. Ég glinda að minna það. Smikla því með eitthvað og tortíma engabílnum.
og henda miðflokkur úr landi. En ég meina ef að fólk geti bara sótt hérna vinnu þá getum við náttúrulega ekki verið með opin landamæri ofanalag. Það bara ekki opin landamæri. Nei, en ég að segja, þú veist, við getum ekki verið með opin landamæri punktur, ég að segja, þú veist, við þurfum að vera með lokuðu landamæri. Við erum með landamæri gæslu og eina auðveldustu í heiminum. En það væri hægt ég veit það, þess vegna ég að segja, þú veist, það væri þá ekki hægt að koma hérna og sækja hæli í bili á meðan við erum að vinna úr því. Jú, akkur ekki. Þannig píratinn, sko. Mér fúlust bara, ég er ekkert að reyna að sniðu. Nei, ég veit það. Þetta er nokkur þúsundum sóknir á ári. Við hleypum inn svo 15%. En þá er velferðarkerfið fyrir bí ef að fólk getur unnið henni smá. Þú hugsaði bara núna, jú, þegar fólk getur sótt kulnun eftir að hafa unnið í nokkra mánuði yfir lengri tíma. Já, og líka aðrast þá, útlendingar sem myndu þá öðlar sama rétt ef þeir væri búin að vera á vinnumarkaði. Hælisleitendur sem kom hingað iðulega brenna í skinnunni yfir því að fá að taka þátt. Já. Og þeim meina það, vegna þess að þeim markvisst og með þetta haldið út fyrir samfélagið. Og það er eitt af vandamálum sem við eigum að vera að tala. Sammála, þess vegna er lítill hópur sem er að eyðileggja fyrir þeim, sem að við tökum ekki hart á og þar að leiðandi hópurinn málaður upp sem heild. Sem við höfum þess að ekki að gera. Já, ég sammála því. Okay, en þá erum við komin samt í líka svona praktísku atriðin, skilurðu. Já, ég skal segja hvað við ætlum að gera. Ég er ekki að segja við fólk á Ásbrú, bara heyrðu, þú ert ekki upplifað það sem þú ert upplifað. Já, ég skal segja, eitt sem við þurfum að gera og við höfum að gera er að þegar einhver sækir hæli að þá þurfum við að vera hluti af umsóknarferlinu að við komum til fari á svona eins konar námskeið sem að sé skylda og þarf að vera skylda en annars veit fólk ekki, annars fær maður bara fólki sem þarf verið minnst á námskeiðinu að halda. Þetta er svona eins og ætla að fara hérna að kenna jafnréttismál, fólk hefur áhuga á því sem að þarf eiginlega ekki á því fræðslu að halda sko. Þorsteinn Vaffi Einarsson var það að kenna það var bara fólk sem var hérna. Já, það er svolítið þannig. Þannig að það þarf að vera skylda bara til að fá inn hópinn sem sko telur sig bara að ekkert þetta að gera sko, sem þarf mest að svo halda. Og þar hefur við að vera að kenna hluti eins og bara... Finnst þér ekkert creepy að vera eitthvað að tala eitthvað að skikka eitthvað fólki í eitthvað námskeið og eitthvað? Ekkert meira creepy en að henda því aftur til Írak. Já, mennar að taka, já, ok. Ég meina, við þurfum að gera eitthvað, right? Hafa námskeið þar sem að, þú veist, það er farið yfir hluti bara eins og, þú veist, frjálslynd lýðræðisgeldi, jafnrétti kynjana, hvernig eru ólíkar hugmyndir hérnallum sem samskipti kynjana, þú veist, hver er munurinn á viðreynslu og áreiti og já, í alvörunni fólk þekkir oft ekki munin. Ég myndi segja að flestum stöðum í heiminum, flesta mannkynssöguna, hafa fæstir þekkt munin. Það bara áreiti hefur bara verið hluti af viðreynslu í þessu mannlega samfélagi í dágóðan tíma. Það er vandamál og það þarf að gera það markvisst og með. Myndu við segja bara, þú veist, í konuna, heyrðu, þú ert að vera að taka það í höndina á þessum manni. Ég nenni bara, þú veist, ég hef svo lítinn húmor fyrir, þú veist, dellunni líka, að við séum einhvern veginn bara svona, já, nei, þetta er nú flóknar og ég er svona, heyrðu, þetta er bara ekki alveg vandamál. Gerum bara smá kröfur, þetta er alvöru vandamál, út af þetta er hluti af miklu starra mengi, út af því að þegar við erum komið með vanvirðingu gagnvart konum, og ég hljóð með svo einhver, bara, eldbúandi feministi þegar ég tala með það, en aftur á móti, þá held ég til dæmis að agavandamál sé að stórum hluta út af því að það er ekki búin virðing fyrir konum. Ég held að þegar agavandamálin eru fyrir hendi að það verða út af því að þeir þurfi ekki að bera virðingu fyrir konum og svo fara þeir í skólakerfi þar sem eru að tala við konur og þeir þurfa bara ekki að bera virðingu fyrir konum og það gerir það verkum að þeir eru ekki að fara að aðlagast þeim stöðlum og ég held að sé sérstaklega vandi hjá ungmennum sem er náttúrulega bara óþægilegt að tala út af því þetta er menningarlegt fyrirbæri en þetta er aftur á móti fyrir hendi. Sko, ég er ekki ósammálaður en þetta með að taka í hendunum á konum, auðvitað ég að útskýra fólki í þessu landi þá eru kynin jöfn. En þú er bara að fara að gera það og þú veist, það er hluti af svona námskeið. Þú neyðir ekki einu sinni mig og þig til að taka í höndunum konum öðrum, sko, gera hann líka vel við þig, þráttur og allt, Þórarinn. En sko, þú neyðir ekkert fólk til þess að taka í höndunum hver öðru. Þú ert ekkert neittur til að taka í höndunum neinum, þú getur ekki neitt en allavega, sko. Ég er sammálaður að hluta til. Þetta er eitt af þessu sem er bara áhyggjefnum þess að það er sýnilegt. Fólk skilur þetta. En sko, það er miklu djúpstæðari hluti sem að þarf að takast á við þegar kemur að því að inngilda inn jafnréttis samfélag og frjálslynt lýðræðis samfélag. Bara eins og það að konur og karlar og öll önnur kyn séu jöfn fyrir lögum. Þetta er ekkert allstar sjálfstætt og miklu mikilvægara og alvarlegra mál heldur hvort þú takir í höndina á einhverjum eða ekki. Og það fylgir þeirri almennu bara þeóri og bakvið jafnréttis þeóriuna að þegar við komum með þá hreint að kynin séu jöfn fyrir lögum og í virðingu, þá fer fólk að taka í hönduna. Það þarf ekki að neyða fólk til þess. Það þarf að búa til skilning á fyrirbærinu. Þannig sigurum við þetta með því að sannfæra. Ekki með bara að heimta og kvarta og tuða og væla yfir einhverjum útlendingum. Við þurfum að taka þátt í þessu. Við þurfum að leggja til vinnu, tíma og peninga til þess að gera þetta.
En vandinn sá að það kostar meira heldur en að bara tuða og þá Já. skyndilega hefur engin lengur áhuga á því. Við tökum annað málumni. Ég er ekki mun að gleyma spurningunni Eyþór fæðingartíðina, en tökum hana bara alveg í lokin. Tökum eitt Við verðum að fá fólkið okkur aftur heim. Grindavík. Já. Grindis fjölskyldufyrirtæki vinnur nú að því að fylla upp í alltaf 15 metra djúpa sprungu við bla 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 bla. Það er ríkið að meina fólki að búa í Grindavík. Hvað finnst þér? Ég bara hef ekki þekkingu á þessu. Nei, ekki heldur. En það er einmitt punkturinn líka. En ég skal Nei. sko segja þér. Nei, ég er bara út af því að ég finnst ákveðin fegurð í þeirri vanþekkingu líka. En að ég geti, þetta er svolítið svona eins og með COVID. Þegar COVID kom, þá sagt þú verður að fyrir sprautu. Og ég sagði, nei, ég held ég með langi ekki sprautu. En þú átt að fyrir sprautu út af því að vísindin segja það. Og ég segja með mér bara, nei, ég vil ekki fyrir sprautu. Þú fórst ekki sprautu, vænti ég. Nei, ég fór ekki, fórst þú? Já, allar hverju einustu sem ég gat, sko. Og mun gera. Ég, Og setja í börnin mín, sko. já, ég er ekki á móti bólusetningum. Ok, gott. Ég er alls ekki á móti bólusetningum. Ljúfandi. Það eru góðir. Það er að segja Þetta var að verða það. Það er næstuð þarna. Nei, alls ekki, ég er ekki á móti, þú veist, ég er bara með kávatni bara allt í mér börn og allt þetta. Aftur á móti með koronavírusin, þá var ég bara, ég held þetta sé ekki að vera að virka og ég er mótefni, þannig að ég er bara góður. Nei. En að ég geti tekið upplýsta ákvörðun fyrir mitt líf. Já, ég er alls saman á því. Í grunninn, Á þá ekki fólk að fá að búa í Grindavík. Að jafnaði, jú, en ég þekki þetta ekki, skilur, svo Nei, kemur, ég en- veit ekki hvað hver en- eldfjallafræðingur kemur sér bara, þá deyrðu það bara strax, þú veist, ég veit þetta ekki. Nei, en í prinsipinu, Í prinsipinu á fólk að veist, má mér er- búa þar sem því sýnist. já, mér er sama þótt að einhver eldfjallafræðingur segi ég mun deyja á morgun. Ef ég vil deyja á morgun, þá er ég að fá að taka ákvörðuna. Inntak mitt inn í þetta er á sama stað og þú. Ok, er það ekki Í það? sumu gildin, jú. Já. Ég bara þekki ekki þetta til þennan mál og þess vegna þú er ekki að fulla neitt um það. Nei, ég er líka bara, sástu fréttina, þú sagði þetta við mig rétt ára hann byrjuðum að þú var ekki búin að fylgjast með því. Nei, ég veit ekki neitt. Þess vegna sagði ég bara, jessa, gott að fá þig. Já, En ég kem til að læra af þér, sko. já, það er gott, þess vegna ertu mótið Evrópusambandinu núna. Ertu búin að sjá þannig með kastalinn og krakkana, sem að Reykjavíkurborg ætla að fara að rífa niður kastala sem að krakkar hefur búið til í Vesturbænum. Ég skimaði yfir þetta. Já, þú veist, það er svona atriði, eins og með Grindavík, að hún megir ekki búið í Grindavík, Já, já. og það er yfirvaldi að segja það, að hún megir ekki búið til kastala, Já. og það er ekki öryggisvottaður. Já. Mér finnst við vera komin svo langt í og þú veist, það er einhvern veginn eins og við séum bara, þú veist, orðin samdægna þessu, séum bara orðin hluta okkar tilveru út af því að við erum einhvern veginn, já, ég meina ríkisvaldi er alltaf að taka góðar ákvarðanir. Leif mér að hugga aðeins með þessu. Ok, Það er svolítið dimmsýnan hátt kannski ekki. Sko, í fljótu bræði finnst mér að fólk eða með að búa í Grindavík eða vill búa í Grindavík, mér finnst vissulega börn eða að fá að byggja kastala svona meira að minna þar sem þeim sýnist. Það má samt spyrja, sko, eins og einhver spurði, hvað hafa börnin að gert fyrir okkur? já, spurningu við því? hann er sólsteinn. Já. Heldur góð spurning. Allavega, börnin mín gefa mér mjög mikið, svo það sé sagt hérna formlega. En sko, þú talar eins og þetta sé svona einhvern veginn þróun samfélagsins í þessa átt að Já. þetta sé eitthvað bóð og bönn og Öryggisvæðingin, Já, öryggisvæðingin, já. Sko, mín upplifun er þannig að mér finnst Ísland almennt hvergi nálagt í nógu frjálslynd. Mér finnst Íslendingar upp til hópa mjög fljótur að vilja banna hluti, mjög fljótur að vilja setja eitthvað svona lög og bóð og bönn, en þökks í alþjóðlegum sáttmálum sem við höfum aðlagast og þá erum við frjálsara en við værum ella. Miklaði hann inn. En sko, þetta er ekki nýtt. Íslendingar hafa aldrei verið neitt sérstaklega frjálslyndir. Íslendingar eiga ekki þessa frjálslyndu lýðræðis hugsjón. Hún er útlensk. Hún kom frá útlöndum, nánatiltekið Evrópu til Íslands og við höfum, kicking and screaming, aðlagast þessum gildum. Aftur, sko, klám er bannað á Íslandi og ef þú segir þetta við eitthvað sko frá Norður-Ameríku eða Evrópu þá bara horfa það svona, af hverju? Þú veist, það er bara skrítið, það er skrítið. Og já, hendin hlekka OnlyFans síðan að hérna. Ekki segja hann Já. Hérna, sko, ofbeldiskrikmyndir voru bannar til 2006. Það voru beinlínis ritskoðar. Skilja, bara farið yfir kvikmyndir. Guðlast var bannað til 2015.
Ísland var aldrei einhver frelsisparadís nema í þeim eina skilningi að Íslendingar voru einu svona það fáir að þeir þurftu ekki að umgangast hvort annan. Þeir gáttu bara verið eitthvað einir upp á fjalli og allt í góðu. Það er íslenskt frelsi. Gamla góða Ísland. Það er íslenskt frelsi. Það er bara að fá að vera í friði fyrir öðrum Íslendingum. Í því felst íslenskt frelsi. En þetta lagalega stjórnskipunarlega frelsi sem frjálslyndu lýðræði skildi, mannréttindi, borgararéttindi, tjáningafrelsi, friðhelgi einkalífs, félagafrelsi, atvinnufrelsi, öll þessi frelsi, þetta er allt saman útlenskt. Þetta er allt saman frá Evrópu. Hvert annað á einasta. Ekkert af þessu kemur eitthvað vegna þess að íslensk þjóð hefur haft svo frjálslynd gildi í gegnum tíðina. Það er ekki þannig. Þannig að sko mér finnst að vera skána allt og hægt. Það hefði mátt sko, þú veist, ég var að miðaldra eða orðin miðaldra og ég er búin að vera töður sem færi á táningur, minnst að gerast ansi hægt. En áttin sem ég sé er samt smátt og smátt kicking and screaming í átt til frjálslyndis. En við þurfum að verja þá baráttu vegna þess að það getur mjög auðvitað orðið bakslag og ég sé bakslag í dag í gegnum hluti svo Miðflokkinn og svona einangrunarhyggju almennt og þessi þróun er ekki sjálfsögð, hún gerist ekki af sjálfu sér, það þarf að berjast fyrir frelsinu, það þarf að berjast fyrir lýðræðinu alltaf, en svona mér sýnist þetta hægt og bítandi fara meiri frjálslyndis átt, þannig ég tiltölulega bjartsýnn til svona 200-300 ára inn í framtíðina eða svo, að þetta var þar. En ég er alveg sammálaður í grunninn. Það er allt of mikið boð og bönn hérna og það er allt of fljótt farið í það að vilja banna eitthvað þegar eitthvað mistekst. Já, við þurfum hérna að taka þátt. Kannski ég fái Gulla með þér bara. Gulla Þór? Já. Taka Evrópusambandið. Já. Ég held að það væri skemmtilegt. Já, það væri allavega að myndi ekki sopna úr leiðindum við allavega. Nei, nema þið fara að tala bókur 35. Já, ég er til að tala við hann bókur 35. Já, en hérna, ljúkum við sá hérna fæðingartíðnismálunum. Ég er nefnilega pínu, sko ég ætla bara að vera hreinskilið við, ég er aldrei ósammála Snorra nema í svona blæbrigðanum, sko. Svona í flestum tilfellum, sko. Jafnvel bilu klukka yfir rétt fyrir sér, þessara sólarinn. Já, það er þetta orðað þannig. En hérna með fæðingartíðina, þar ert þú sammála okkur. Þú sagðir hérna áðan að þú vildir konar í eldhúsið og að þeir hérna þyrftu að vinna minna. Af hverju finnst þið það? Sagði það? Nei, ég er að djókið. Ég trúði þér samt svolítið. Ég var að hugsa á hann. Sagði ég það upp átt. En með fæðingartíðina? Sko, með fæðingartíðina, ég meina að það er alveg raunveruleg ógn, en sko, hún er svolítið, þetta er ekki hvert annað dægumál. Þetta snýst svolítið það bara hvernig mannkyn að þróast. Það verður ofboðsleg fólksfjölgun á jörðinni, seinustu nokkur 100 ár. Mikið til reyndar alfarið út af tækniframförum, sýrilega í matargerð. GMO, nánar tiltekið, er ástæðan fyrir því að til svona mikið af fólki í dag. Bara svona, henda því líka út, tæknið er góð. Hvað er GMO fyrir það sem það ekki? Genetically modified, eitthvað, eitthvað, allavega. Heyrðu, mér fannst ég að vera með á hreinu, Já, mér fannst það líka. Hallt áram, ég finn þetta með. Allavega, sem sagt... Genetically modified organisms. Já. Það sem að gerist iðulega þegar samfélög verða ógeðslega rík og ógeðslega mentuð með fulla stjórn yfir eigin fjölgun er að þessi þjóðfélög fara að fjölga sér hægar og minna. Þannig að þetta er í raun og veru afleiðing af því hvað við erum rík og hvað við erum fróð og hvað við höfum mikla stjórn yfir okkur sjálfum. Þetta er afleiðing af mentun, velmegun og frelsi. Það verður færra fólk. Ein hugmynd er að bara hætta þessu velmegunar frelsis og ríkidæmisdæmi, ég get bara sleppt því öllu saman og bara hætta hann á tæknina og bara nýtt fólk til þess að fjölga sér eitthvað svona. Persónulega líst mér illa á það, ég veit ekki með þig Þórarinn, en mér líst illa á það. Nei. Þannig að eitthvað annað þarf að gera. En sko, við verðum líka að spyrja okkur að því nákvæmlega hver er vandinn. Hann er efnahagslegur. Það er vandinn. Er það velmegun bara? Ég held að sé... velmegun, mentun og stjórn yfir fjölgun. Við stjórnum því hvort við getum spötnið ekki. Ég held, er það getnaðarvarnir. Öruggar getnaðarvarnir sem eru aðgengilegar og fólk má nota á þess að vera stöðað í því af trúarbröðum eða yfirvöldum. Og við ætlum að vera hérna 2 hvítir kattar að tala gegn þeim, vænti ég. Nei, ég er mjög hlindur öllu þessu frelsi og öllu þessu velmegun og öllu þessu ríkidæmi. Ég bara segja efnahagsmódulið okkar í dag, það gengur svolítið út frá svokallum hagvexti sem gefnu. Fyrir utan það að hagvöxtur er ekkit endilega rétt í mælikvarðin á velgengni til að byrja með, þá er það svolítið önnur umræða. En vegna þess að þá í raun og veru hefur hagvöxtur svolítið í meginatriðum stólað á ýmist tækniframfarir og fólksfjölgun. Við sjáum bara fram á það núna, ég held að sé alveg sama hvað við gerum,
að við förum að ná hápunktunum í fólksfjölda á jörðinni á þessari öld. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum þá náum við kannski upp í svona 11 milljarðar, við erum 8 milljarðar, við náum upp í svona kannski 11 pluss mínus milljarðar. Og þegar þú segir við, þá er þetta ekki að tala um Evrópu. Ég tala um Homo sapiens, mannkyn. Upp í svona 11 milljarðar svo fyrir svo aftur að fækka. Það er þegar byrjað að fækka í Kína, gerðist hvort í fyrra eða hitti fyrra. 23, held ég? Já, getur verið. Byrjað að fækka Kína og Indland er orðið fjölmennasta landið í heiminum, byrjað síðan mun það sama gerast þar og út allan heim. Þetta mun gerast, það sem meira er að þetta þarf vel að gerast, en þá bara spurningin, hvernig látum við þetta gerast þannig að skaðinn sé sem minnstur? Það er efnahagsleg spurning. Það er bara spurning um það hvernig við aðlögum efnahagsmódulun okkar og kenningarnar okkar og stofnunum okkar þannig að það geti tekist á við þetta. Eitt, kannski augljós tækifæri er tækniframþróun. Kína er núna all in á að nota tækni til þess að taka við af verðmætasköpun til þess að sjá kynslóð sem verður fjölmenn og gömul og þegar yngri kynslóðina verða of fáar til að viðhalda eldri kynslóðinni. Tækniframþróun er eiginlega lykilhluti í þessu, en ég vil meina að það líka aðeins að fara bara skoða þetta aðeins í samhengi við efnahagskenningarnar okkar. Við þurfum að skoða, þetta er fræðilegt og vísindalegt viðfangsefni, ekki endilega pólitískt. Reyndar ekkert pólitískt, mjög lítið pólitískt, en allavega það er allt pólitískt í dag. Allt er pólitískt, en þetta er aðalega vísindrætt viðfangsefni. Hvernig höldum við hagkerfum okkar gangandi eins og lífeyriskerfum? Hvernig, höldum við hagvexti eða þarf að halda hagvexti eða dugar að hafa bara, nóg? Það er fullt af svona spurningum, En þetta er stærri spurning heldur en snýr að útlendingamálum nema á mjög svona lokal hátt, Á Íslandi til dæmis er bara fólksfjölgun út af útlendingum. Já, sem það er fyrir galið. Nei, ég meina luxus vandamál, en það fylgjaði líka áskoranir, bara eins og með hröðum breytingum almennt. Það verður húsnæðisskortur, þar til að tekst að byggja nógu mikið. Og svona. En það er líka, jafnvel það er líka eins flóknara, vegna þess að 70.000 útlendingar búa á Íslandi í dag. Þetta er tilkomið út af uppgangi ferðaþjónustunnar. Sem við erum vonandi ekki á móti. Ég meina, það er gott að við séum með ferðaþjónustu, bjarga okkur í hruninu. Öll ríki sem að reiða sig á ferðaþjónusturum eru ekki velsælda ríki. Nei, tourist trap. Það snýst um að setja ekki öll eggin í sömu körfuna. Við erum núna með mjög fjölbreytt hagkerfi miðað við það sem við hefur, En ferðaþjónustan er ábyggilega svona fjórðungur af því, sem er náttúrulega risastór biti. Þess vegna miklar áhyggjur af ferðaþjónustunni núna í sumar og haust með olíukreppunni með í mann. Já, það verður spennandi Miklar áhyggjur. Og ríkisstjórninni sem að leggur skatt á hana. Já, en þessi fjöldi af útlendingum hérlendis, hann er tilkomin vegna skorts á vinnuafli. Ef hér allt í einu blossar upp gríðarlega mikið langvarandi atvinnuleysi, þá er alla líkur á því að stór hluti af þessu fólki fari einfaldlega annað. Líklega innan Evrópu, þetta eru langmest EES-borgarar sem að geta flutt hvert sem er innan Evrópusambandsins. Þannig að við erum ábyggilega stöndum betur að heldur en lítur út í fyrstu, en þetta er samt alveg eitthvað sem máli pæla í. Það þarf að takast á við þessar áskorunir. Ég er ekkert að segja allt sé í góðu. Það er það ekki. Nei, það er fullt af alvöru áskorunum og alvöru vandamálum. Það sem að ég fer Við vorum með að ræða áðan árið 2017 þá var maður að pæla í Norður Kóreu og eitthvað þannig. Og maður var alltaf eitthvað, wow, það er svo risastóru vandamál í heiminum og Íslandi. Svo bara kom allt í alvöru vandamál og nú sittum við uppi með alvöru vandamál og þá maður já, váka, gott, 2017. Heiminum mætti verða aðeins minna áhugaverður í smástund mín vegna. En ég meina þetta er alltaf alvöru áskorunni, líka bara með stórfjöldan innflytting af fólki, líka með menningar ágreining og allt þetta. Þetta er allt raunveruleg vandamál og áskorunir, en það þarf að greina þessi vandamál rétt og það þarf að átta sig á því hvernig á að leysa vandamálin. Ekki bara hlaupa upp til handa og fóta og fríka át og tuða og kvarta og kenna einhverjum og hata. Það er ekki lausn. En það er það sem þú sérð fyrst og fremst í svona heitustu umræðin þetta. Og ef maður er aðeins slakaðri heldur en það, þá heldur fólk að maður sé að segja allt sé í lagi. Það er ekki það saman. Ég fatt hvað að meina, Ég bara eins og segi, ég held að þú hafir aðeins svo mikla trú á þessari hófstillingu mannkynsins. Ég er bara að reyna að hvetja fólk og reyna að hóða til dómgrinda fólk. Ég er alveg sammála að hvetja til þér, en ég held allir með þessu í Evrópu, þá er skipið siglt, þannig að það mun enda illa þar.
Hérna, held ekki. ekki? Nei, ég vona ekki. Ég er alltaf ekki, nei, það getur alveg gert það, en ég held samt ekki, sko. Ég held að hérna þessi neo-reactionary pendúll hérna sem er komin, þú veist, það var eitthvað svona vókbrjálæði, svo fór pendúllin tilbaka og fyrir í svona hægri vókbrjálæðis miðflokks Trump og geð eitthvað. Ég held að pendúllin sé að nálgast það að vera komin svo langt og hann fer. Og svo fara hann aftur tilbaka. Það voru þetta ekki of hratt og ekki of langt, en ég held að við séum bara að sjá toppina í ísjakanum, sérstaklega varðar Evrópu, sko, þegar það sem mun gerast í Evrópu verður svo miklu, mun hafa svo mikil áhrif hér, sko. Við taka þátt í því. Já, en þannig ég skilði rétt, þannig summerið þetta að Evrópusambandið vill sem sagt útrýma okkur og að við deyjum út. Það var passa sig í samtölu við því sem að það ekki að samtíka eitthvað svona. Já, svo myndi byrta svona klippur á þessu. Nei, ég er ekki skítað þó með þessi gaman að grínast. En hérna, eitt að lokum bara, hvað ætlar að kjósa? Ég held að ég skelli mér nú bara á flokkin sem ég gengi ný og er í frambúði fyrir. Já. Sem heitir Viðreisn. Já, það er ekki allir sem vita það. Það er ekki allt í lagi. En það ekki? Jú, mín vegna. Af hverju Viðreisn? Er það bara út á Evrópusambandinu? Það er bara sá flokkur, sko, fyrir mér snúið stjórnmál í dag frjálslynd lýðræðisgildi og vörð þeirra. Og hluti af því er að mínum dómi aðild að Evrópusambandinu, sterkasta leiðin til þess að verja frjálslynd lýðræðis fyrirkomulag í fullvalda ríkjum eins og Íslandi. Eða fullvalda ríkjum eins og Danmörku og Möltu, meðan mann. Og Viðreisn er sá flokkur þar sem ég hef mest að trú á núna að sé bæði raunverulegu vilji og geta til þess að standa vörðum þessi gildi. Já. Ég vona bara að þú náir inn. Í hvað sæti ertu? Í 37. sæti. Já, það er aldrei að vita. Ef við fáum 100% kosningu og allir verða veikir, þá kemst í kannski. Þú hefur allavega meitt atkvæði. Jæja. Nei, ég er að djóka. Ég gef ekki upp hvað ég ætla að kjósa. En hérna... Ég næði þér eftir þáttinn, þannig að þú eru ekki að viðkynna ofmeðlega. Helgi Rafn, takk aðeinslega fyrir að koma. Þetta var og líka, þetta var ákveðin frumraun. Fengu fyrstu símtölun og eitthvað. Já, stórglæsilegt. Ég veit ekki hvort þetta var eins og segja. Þetta var svolítið svona sérstætt að hafa þetta svona. Svo er ég sjálfur eitthvað á tökkunum gleymi stundum einhverju og eitthvað. Já, ég sé staðal á hlið, en já, ég veit ekki. Er kannski bara betra að sjá minna vandlítinu á mér? Ég veit það ekki. Það fyrir eftir í hvernig þú spyrð. Já. En takk aðeinslega fyrir að koma við minn. Takk sem leiðis. Og hangið það næst. Já.